Þá höldum við áfram hérna í föstudagsþættinum og næst ætlum við að spjalla aðeins ráðstefnum sem framundan í Háskólanum á Akureyri á morgun. Ráðstefnu sem ég finnst persónulega mjög spennandi og umræðu efnið í rauninni bara einstaklega mikilvægt. En þessi ráðstefna fjallar ömmur fyrr og nú. Og ég kom með hérna 2 fyrirlesara til mín, eða fyrirlesara, já, verið velkomin, bæði 2. Takk. Kannski fæ ég að plata þig aðeins til að segja okkur frá, ég bara ráðstefnunni, málþingi. Málþinginu, já. Já, þetta sem sagt eins og segir ömmur og við verum þarna með örræður nokkur og svo meiri ræður og Silja Bára Ómarsdóttir verður aðalfyrirlesari sem aðjunkt við Háskóla Íslands. Þannig að ég svo sem bara spennt eins og aðrir. Ég sjálf þarna með svolítið ömmu mína sem hét Valgerður líka. Valgerður á Lómatjörn og segi frá henni og hérna, já. Og svo ertu amma sjálf. Já, ég kem ekkert inn á það. En þetta ömmu hlutverk, þó að sé nú ekki alveg tengt því sem á málþinginu, hvernig upplifur það kannski pínu því þú ert nú ráðherra, iðnaðarráðherra, ert í öllu hamagangnum í tengslum við það allt saman inn í Kárahnjúkavirkjun og miklum deiluefnum og svo allt í einu sér maður myndir af þér eftir ráðherratíðina þar sem að þú ert yfirlega brosandi með barnabörnin í fanginu. Já. Hvernig upplifur þetta hlutverk að vera amma? Það bara alveg yndislegt. Og ég, kannski má segja, ég var svo heppin að verða ekki amma fyrir ég var hætt í pólitík. Já. Þannig ég hafði nógan tíma, eða mér finnst ég hafa það. Vissulega eru barnabörnin í Reykjavík, þannig að ég hefði ekki alveg hérna hjá mér alla daga, en óskaplega góð amma held ég. En hvað er þetta hlutverk? Hvað gera ömmur? Til hvers eru ömmur eiginlega? Ef maður hugsar á það og allir það hafi breyst af því þú segir frá ömmu þinni og svo kannski hvernig amma þú ert. Allir finnst þér eins og það sé breytt hlutverk? Já, það allt svo breytt náttúrulega sko. Amma mín fædd 1875 sko. Já. Þannig að getur rétt ímyndaður. Þessi amma og hinn eitthvað stuttu síðar. Þannig að auðvitað þetta svo mikið allt öðruvísi. En það eitt sem ég svona reyni að gera eins og amma gerði, að ég voru mikið að syngja með börnunum. Já. Og þannig að þau læri bæði það venjist því að það sé sungið og þannig að þá verður þau kannski meira fyrir tónlist. Já. Því mér finnst að hún geti gefið manni svo mikið. Og þannig að það eitt af því sem ég held svona við og hef frá ömmu. Nákvæmlega. Það var mikið sungið. Nákvæmlega. En hún bjó, var það ekki? Þú bjóst með henni? Já. Þannig var það náttúrulega í gamla daga og það það sem ég kannski aðalega fjalla það þessi tímar þegar að það voru 3 kynslóðir saman á heimilunum. Það voru engin dvalarheimili fyrir eldri borgara eins og í dag þannig og ekki hafði fólk fjárráð til þess að fara að kaupa sér einhvers staðar íbúð eða fara af heimilinu þegar næsta kynslóð tók við þannig að amma var náttúrulega á heimilinu og afi reyndar var dáinn, hann var 14 árum eldri en hún en þetta bara, nú er ég búin að tala svo mikið nú Sigurður Bogi, þú ert líka með fyrirlestur þarna og talar aðeins ömmu þína. Já. Segðu mér kannski bara fyrsta spurning, til hvers finnst þér ömmur eiginlega að vera? Það er bara allt, sko, eru bara ömmur, það er ekki hægt að segja hana til hvers, það er bara alltaf til staðar og er alltaf tilbúnar að passa mann og alltaf tilbúnar í að gera allt fyrir mann. Hvernig myndir þú lýsa þinni ömmu? Eða ömmum? Sko, bara mjög hjálpsömum og duglegum og mjög skemmtilegum. Nákvæmlega. Ef það er einhver þarna úti sem er að verða amma í fyrsta skiptið, hvað myndir þú ráðleggja henni að gera? Hvað skiptir þetta hlutverk máli? Já, bara Þetta kannski erfið spurning. Já. Af því að það er svo mikið og það er oft rætt ömmur, eru þær til þess að passa þegar foreldrarnir eru uppteknir eða þetta partur af fjölskyldunni eða eru ömmur mikilvægur hluti af lífinu manns og uppeldinu? Bara
allt þetta sko. Eru þær, eins og þú, áttu 2 eða fleiri? Ég á sko 3 ömmur á lífi, segja 2 ömmur og 1 langömmu. Nákvæmlega. Hvað er svona algengast sem þú bardúsar með ömmu? Bara dunda mér, spila og fara í, hún til dæmis verslar mjög mikið á mig. Já, ég sé að þú ert alveg hrifin af því. Örugglega meiri hlutin af fötunum sem ég ákom frá þeim. Já. Þannig að... Já, ég kannast svolítið við það. Já, er það ekki? Nákvæmlega. En þetta er eitthvað líka, ég var nú að segja fólki frá að það væri þessi ráðstefna og ég var að tala við einhverju ömmur og þessi, ég fer nú aldrei á svona ráðstefna að málþing, ég fæ örugglega bara móralifri að vera ekki nógu góð amma. Er þetta, hvernig, maður svona ímynda sér þetta hlutverk, það er annars vegar ákveðin ábyrgðartilfinning, er maður að passa, er maður öryggisnet, er maður vinur, á maður að leyfa þeim allt og gefa þeim súkkulaði og hvernig, þetta er svolítið svona, og örugglega misjafnt náttúrulega bara mann á milli. Já, það er örugglega, en það er nú margar ömmur sem líta svo á að þær megi svolítið hafa sína reglur þegar börnin eru hjá þeim. Þá séu kannski nokkuð strangar reglur heima, ekki síst í sambandi við sælgæti. En ég hef nú farið dálítið vel eftir reglum. Já, þú hlýtt dálítið vel. Reglum foreldrana held ég. Já. Já. En samt, það er svona eitthvað meira leyfilegt. Nákvæmlega. En mér fannst alltaf, ég hélt að þetta væri bara dálítið mikið breytt núna, það er svolítið athyglisvert að heyra það sem að segja Sigur Bogi, að ömmurnar væru svo mikið, þær væru svo ungar í dag að þær væru svo mikið bara útvinnandi. Já, og uppteknar kannski. Já, uppteknar, það verður kannski ekki alltaf þetta kalla það til, en það er þín reynsla að maður er alltaf tilbúin. Já. En hvernig tilfinning er þetta upp, af því að þetta eru börn barnamanns? Er þetta svona sterk tilfinning og breytur þetta jafnvel þetta hlutverk einhverju gagnvart fullorðna barninu sem er orðið foreldri? Nei, gerir það nú ekki, en það er, ég segi fyrir mig að ég upplifi svo sterkt sambandi við barnabörnin mín að ég kannski óttast á stundum að ég hægi mig bara eins og ég eigi þessi börn, sko. Já. En það er kannski allt í lagi, ég veit það ekki, en... Ég var að spyrja hann, hvað finnst þér það? Mega ömmur láta þess að það eigi þig? Mín vegna, sko, það er bara... Þetta er bara eins og eiga bara annað heimili, sko, að vera, geta alltaf, eins og ef þú einhverstaðar nálægt, þá getur það verið einlega alltaf hægt að fara til þeirra bara og vera þar. Eru ömmurnar þínar báðar hérna á Akureyri? Nei, það er sko... Svo ég fann að spyrja hérna. Já, gerðu. Einn býr á Ólafsfirði og hinn býr í Reykjavík. Já, þær eru þetta langt frá. Já. Nákvæmlega. Þannig að þú fær kannski í ferðir stundum. Já. Heyrðu, gaman að fá okkur. Ég vil endilega bara, heldur það sé ekki svolítið gaman fyrir fólk að... Ég held að sé mér svolítið gaman að vera þarna. Já. Ég er dálítið ánægð með ræðuna mína sem ég er búin að skrifa. Já, er það ekki? Ég trúi þér vel. Þú ánægð með þína? Já, systir mín skrifaði ræði fyrir mig. Nú, slags. Hjálpaði þér svona, Já. Ég hafa það þannig. Jú. Já. Þú meinar þetta samt? Já. Sko, ég hef ekkert verið náttúrulega rosalega duglegur að semja ræður, þannig að hún semur ræðina fyrir mig og ég... Hún skrifar þar fyrir Já, skrifar. Já, Og þú flytur það? Já, ég flytur. Þetta er svona samvinnuverkefni? Já. Yndislegt. Þetta er sérst á morgun, klukkan 1 í nákvæmlega. Háskólanum. Takk fyrir komunar. Ég hveti ykkur endilega til þess þeir sem hafi færa á að kíkja, hvort sem það eru nú ömmur eða mömmur eða afar eða pappar eða barnabörn, að ég er nú eiginlega alveg viss um það að eiga margir tengingar við ömmur bæði núna og síðar. Háskólinn á morgun, milli 1 og 4, en við höldum áfram í föstudagsþættinum eftir augnablik.